Góðan daginn og velkomin í þátt númer 93 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er mánudagurinn 29. júní. Já, það er klukkan 7:30. Crazy dagur. Ég var að vona að þessi næstu dagar eru svolítið rólegir og næs að því að kallinn er í veiði og ég sá fram bara á dýrðar prjónatíma en neina, ég þarf að vinna og ég þarf að fara til tannlæknis og svo er náttúrulega æfingar og alls konar alltaf í gangi. Þannig að, en samt aðeins meiri tími fyrir mig. Það fyrsti kaffibollinn. Nú, í dag eru það klárverkjavinnslu og hvað er á döfinu og hvað er til pokan og svona. Prjónavélin og hitt og þetta. Þannig að það er bara ekkert eftir neinu að bíða hjá þessari grútsifju konu. Nú, ég kláraði loksins peysu númer 2 á tvíburana og það er þessi karigulli litur úr Baby Merino frá Drops úr Gallery Snotru og af því að við vorum að reyna að hafa þetta sem svona minnst í ljósi þess að það er nú ekki líklegt að tvíburarnir verði stórir, svona allavega fyrst sinn, að þá fór ég niður í prjónastærð 2,75. Ég hef venjulega gert minnstu stærðina á 3 mm en gerði það á 2,75. Ég er búin að fá pínu upp í koka af þessu munstri, þannig að ég er ekki búin að gera húfurnar. Ég ætla bara að sjá til, ég ætla að prjóna fyrst aðrar húfur, svona ungbarnahúfur, hvað er að kalla djöflahúfurnar. Ég ætla að gera þær úr silkiblanda garninu frá Drops og sé svo bara til. Ég er enga stund að skella í það ef að mamma vill fá húfur í stíl. Þannig að þá er ég búið með 2 uglupoka og sykra peysuna. Á eftir að gera Gley mér ei á þær líka. Þetta er sem sagt 2 stelpur að talið er og verður staðfest vonandi í næsta sónar. Það var svona pínu hik á öðru en það kemur í ljós. En það skiptir ekki máli. Ég er ekki að fara að byrja á þessu alveg strax. Þetta er sem sagt Gley mér ei ungbarnasetti frá Mimi Knitting. Og og svo ég eftir að klára að ganga frá með miðjustelpun okkar hvaða heimferðarsett hún vill. En svo kláraði ég líka loksins á, eða ekki loksins, ég var bara lengi að koma mér í að byrja á því. Eðlupeysuna hans Ernis og þetta er eftir ömmu Mús, uppskrift frá henni og þetta er gert úr Baby Dale sem ég panta úr A4. Ég ætla að ná í bandið af þessu, já. Notaði þetta og ég notaði 3 mm eða, nei, 3,5 mm prjónastærð og svo fór niður í 3 fyrir stroffið og ég bullaði bara húfu og setti smá risaeðlur á hana. Svona bara smá kollur á kvæða. Þannig að og Baby Dale ullin, hún klikkar aldrei sko. Það eru 100% Merino Superwash ull og það eru 165 metrar í 50 grömmunum. Þannig að þetta er svona sportgrófleikinn. Já. Þannig að þetta verður örugglega allt stórt á hann og eins og kjóll á hann og hann getur örugglega að nota þetta næsta sumar líka. Hann er svo grannur og nettur. Þannig að hann fær þetta sett á eftir. Ég nefnilega er að fara að vinna upp í Snotru eftir hádegi
Nei, núna fyrir hádegi reyndar. Og mamma þarf að koma náði meira gagn í peysuna á systur hans, þannig að hérna, þá afhendi ég nú þetta í leiðinni. Afsakið. Þannig að þá eru þessi klár búin og síðan hana sokkaprjónavélin. Það er búið að vera bara snar geðbilað að gera snáka fyrir ykkur. En hérna, ég náði að klára núna fyrir helgina á föstudagskvöldið, þannig á laugardaginn þá gerði ég 1 par alveg frá A til Ö fyrir mig og það er eitthvað sem að þjónusta sem ég mun ekki bjóða upp á. Ég mun bara bjóða upp á túburnar, en ég get náttúrulega vissulega gert hæl og tá fyrir mig og hérna og Helga vinkonu mín og maðurinn hennar komu hérna í heimsókn til ykkur á föstudaginn og hún færði mér hérna sikkura hespuna af hot sock sem er alveg frábært sokkagagn og ég skellti í fyrsta parið í vélinni og það gekk nú alveg á ýmsu sko en hérna en sem sagt ég gerði svona upphengt stroff, það er 2-falt sem sagt og ég fór eftir minni uppskrift en þetta er sko hérna ég var ekki með nógu þétt á hérna ég minn einasti hún var of gróf prjónafestan hjá mér og ég tók ekkert eftir því en ég hélt bara áfram og gerði þetta eftir minni uppskrift sem gerði stroffið, það fara 15 fyrir í það og svo hengi maður og festi saman síðan gerði ég 60 og gerði svo hælinn og svo 60 og gerði svo tonna og svo hún bara lykkjuð saman á endanum og svo endur tók ég leikinn bara fyrir hinn sokkinn nema hvað þegar ég tók þetta af þá sá ég það að þetta og var búin að sauma tonna saman og þetta var of langt á mig og lét kallinn máta og þá var þetta passlegt á hann og pínu vítt hérna ofan að þannig með svo rosalega grannan spóaleggi og en flottir og hann er með mjög háa rist og svoleiðis þannig að þeir voru rosalega þægilegir hérna yfir og hællinn alveg fínn og allt það og nóg langir en máttu samt ekki vera styttri en of langir á mig sem sagt og en ég hugsi þeir passi betra á núna þegar ég er búin að þvoða og þá fór ég að mæla prjónafestuna þá var þetta svona eins og ég hef verið að prjóna á 2,5 mm prjóna í stað fyrir 2,25 eins og ég er vön þannig að í næsta pari þá ákvað ég að því það er mikið þægilegra þegar maður er að gera hælinn og tanna að hafa svolítið laust efnið og af því ég nú bara fikra mig áfram í þessu þá fór ég niður í 54 lykkju sílinderinn sem er kominn by the way þannig að þá er ég með 54 lykkju sokk 64 og 72 og gerði annað par og það passar á mig nema þar var ég með bara gerði ég þetta sama hér 30 sem að fór í stroffið og svo 60 gerði svo hælinn og gerði svo 57 og svo tanna og það smellpassar og er aftur með þennan grófleika sem er svona 2,5 og jafnvel upp í 2,75 af því hún hefði þessi pínu öðruvísi eftir því sem að sílindirinn verður minni og þá er hægt líka að vera með grófara gagn í rauninni og eftir því sem að sílindirinn verður stærri eins og upp í 72 þá get ég gert á mig passlega sokkan úr ennþá fínna eða svona alveg light fingering gagni en þetta er bara piece of cake þegar maður er búin að gera þetta tvisvar og fatta hvernig það virkar allt saman og þetta er náttúrulega bara styttur umferðarhæll og það er bara ákveðin tækni við vélina sem maður gerir til þess að fara fram og tilbaka og bara mjög næs þannig að það er gaman að geta gert þetta svona á sig og núna er það sjúklega freistandi því ég er búin að vinda upp allt jólasokkagarnið mitt og á bara eftir að setja hæl og tá og stroff og allt það hver veit nema bara kella reki það upp og setja aftur í kökur og gera þetta svona en ég hugsa samt ekki ég hugsa að það verði bara að þeim ég langar að hafa sérstaklega sko ég mun ekki gera þessu sem ég ætla að hafa
afsakið, annan lit í hæl og tá og stroffið. Ég mun hann prjóna það sko, en svo alveg inn í myndinni, ef það ekki röndótt, að græja öðruvísi. En ég svo sem ekkert farin að skoða, ég hef bara ekkert mátt vera að því, en þessi hugmynd læddist að mér. Þannig að þá, og þeir eru rakir bæði sokkarnir, ég var að þvoða í gær og maður er náttúrulega ekki með kveikt á neinum ofnum minn, það er svo heitt. Ég er alveg að kafna hérna í fínu Sorel-peysunum minni, en það er alltaf, ég hef þurft að draga fyrir og alltaf, því að birtan var hérna alveg að sólin skín akkurat hérna núna, en ég hugsa að ég ætla að koma úr þætti í dag og þá er ég að drífa í þessu. Því svo er bara æfing og heim í sturtu og vinna og svo eftir vinnu þá beint í tannlæknis og mér langar ekki að vera á mynd þegar ég er búin hjá tannlæknum. Og ég ætla að reyna að hafa svona morgundaginn svolítið í kósí. Nú, það sem ég hef verið að vinna mest fyrir utan þessi klár í síðustu 2 vikurnar er ungbarnateppið Northeasterly og Painting Brick sjali. Ég vaknaði af luktinni nóttar mjög skrítið að sofa ein hérna og ég var lengi að sofna aftur. En ég sérst ég búið með eina endurtekningu af teppinu fyrir ungan hennar hjá Önnu og Palla. Og þetta er rúmlega 1 munsturum endurtekning og ég er búin með fyrstu hnotuna sem er hérna Baby Big Value DK frá King Cole. Og með minnir að ég sé að nota 4 mm heklun á lita. Ég skildi hann eftir henni í stofu. Þannig að ég er bara að fara að tengja dokk númer 2 við og ég ásast að gera 2 munstur endurtekningar í viðbót. Og svo sé ég bara til hvort ég bæti ykkur við. Ég mun pottitt gera kanta því mér finnst svolítið mjótt. Þannig að en þetta er mjög þægilegt að gera þetta og ótrúlega þægileg uppskrift. Ég held ég að vera búin að segja ykkur frá því. Ég er með hinar uppskriftir hérna fyrir tvíburana. Þetta er hérna þeim. Úps, þetta er brunnur. Já, ég get sýnt ykkur bara hérna. Hér til dæmis sjáu þið bara, þú veist, tölustafina. Þetta sýnir ykkur meira af því þetta er hluti af uppskriftinni. En þetta er sem þýðir bara 6 stuðlar, 1 loftlykkja, 1 stuðl, 1 loftlykkja, 11 stuðlar, 1 loftlykkja. Þannig að maður þarf ekki að vera að lesa neitt, maður horfir bara á tölurnar. Og þetta er búið að standast alveg upp á 10 þannig með þessu teppi. Þannig að ef ég er með ykkur vitleysu, þá er það hjá, þú veist, ef það endar eitthvað skakt eða vitlaust eitthvað, þá er það hjá mér. Þá er það undir mér komið að finna út úr því hvar vitleysan liggur. Og ástæðan fyrir að ég er að nota akríl er einfaldlega að þetta er 3. barnið, það eru 2 hundar á heimilinu og það þarf að þvo allt mikið og þetta er náttúrulega gefið í að það haldi sér og og mamman þarf ekkert að vera að pæla neitt bara í vélina með gósið. Jú, ég er náttúrulega með annað verk í vinnslu. Ég sérst er búið með tá á einum jólasokk, búið með stroff á hinum og er að byrja á tánni. Svona með ég man sirka hvernig ég gerði þessa tá. Ég held ég að nú gert bara hefðbundnu uppskriftina mína. 3 umferðir, úrtaka, 3 umferðir, úrtaka, 3 umferðir, úrtaka og svo 2, úrtaka, 2, úrtaka og 2 og svo er 1 á milli eða eitthvað svoleiðis og svo bara í hverri þangað til ég konir 10 eða eitthvað. Ég finn út úr því. Og klaufaskapurinn hjá mér var að setja ekki því ég er svo smámennusum að hvað þetta var að hafa ekki tærnar á sama prjónunum, þá hefði úrtakan alltaf verið eins. Hitt er svona minna mál stroffið, en
Þess vegna er ég að klára tánna hérna og alltaf svo gera stroffið og svo ger ég hælarna, setja þær saman á prjón. Og ég er að nota 2,25 og þessi ferköntu Addi, ég elska þá. Þannig að hann beiklaði strax einn hérna. Segir svolítið hvað ég tek á því í prjónaskapnum. Ég pantaði fyrsta utan en svo hef ég fengið þetta í handverkskunst og mér skilst að þetta sé líka í hannyrðabúðinni á Selfossi. Og ég bara elska þá. Ef þetta kemur út eftir í setti, svona áskrúið, þá kaupi ég með það. Það er ekki spurning. Lítur svona út pakningin. 2,25 mm, 100 cm. Svo er það Northeasterly. Ég kláraði eina rönd í gær og á þá að öllum líkindum bara eina eftir. Allavega með gatna sem er eftir í hérna körfunni hjá mér. Og það er bara svona algjör sprengja. Og ég er búin að fitja hérna upp á síðustu. Og vonandi verið bara búin með þetta næst þegar við hittumst. Það er búið að vera svolítið svona ágefið í mér að vinna í þessu teppi og losa mig við það því ég er bara orðin leið á því en vill samt klára það upp að því marki að það sé hægt að nýta það sem teppi. Ég er búin að ganga frá öllum endum að aftan. Þannig að ég var bara eftir að klippa og svo náttúrulega bara þú og þá er þetta bara ready. Þannig að það er ekki mikið meira en það að segja. En við erum alveg að fara að losna við það prjónanum og þá er þriðja teppið svona í stærri kantinum farið af prjónanum. Síðan byrjaði ég á painting bricks og það er ótrúlega gaman að gera þetta. Mjög fljót lærið uppskrift þó maður þurfi að gjóa aðeins augum á og til á það að það á samt sjúklega næs og ég er að nota í þetta litirnir sem eru hérna inni eru allt hespur sem ég fekk í afmælisgjöf fyrra frá vinkonum mínum og umgerðarliturinn er þessi hérna sem er Walk Cottage Merino, þetta er allt singles. Hvað er með hérna? Já, með aðra sjálfauskrift á núni, það er bara fínt að fjarlægja hana. Frosted Moss heitir þessi hér. Síðan erum við með La Bien May í litnum sem heitir svo mikið sem Santoki Vivid Wool sem heitir Skél. Og aftur Cottage Merino frá Walk Collection sem heitir Alaska. Þannig að þetta er allt bara gourmet garn og rosalega gaman að vinna í þessu. Og þetta mun ég vinna svolítið í þegar ég er búin með Northeasterly, koma þessu sjali svolítið áleiðis. Og hérna, ég er ekkert búin að gera í Starfleck held ég síðan að við sáum síðast. Nei, það er alveg sama, það er á sama stað. Þannig að það er svona, mér langar að halda áfram að vinna í því. En á öðru leyti þá langar mér ekki að vinna í neinu af þessu sem að er í pókunum mínum eins og er. Ég bara, þú veist, mér langar að fara í fína skápum minn og fitja upp á einhverju trilltu. Úr fallega handlita garninu mínu. Þannig að það getur vel verið að ég hunsi bara gömul önnur verkefni. Byrja bara á okkur nýju. Það er allt í lagi.
aðalag. Þannig að þá er ég búin að fara yfir það sem er í gangi, nema svo þvældist ég inn í handverkskunst og þvældist út með 3 guðdómlegar hespur frá dóttir Dyeworks. Það er Tropical og Summer Crush, mjög helgulegur þessi. Og þessi líka Still Sounds Good. Litirnir hjá henni náttúrulega eru bara eitthvað annað. Og hespurnar eru svo fallegar alltaf hjá henni upp á vegg. Síðan gerði ég smá vöruskipti við hana Guðrúnu sem er með Álfagarn Vision Design og hún var með gat sem mér fannst svolítið áhugavert. Það er Superwash Merino Oil og 80% Merino Oil og 20% Bambus. Og þetta er náttúrulega vel út úr minni litapalettu þannig séð, en það sem ég sá strax er að þetta er geggjað í sem munsturlitur. Þannig hvort í bekk hérna eða í vettlingum eða húu eða kraga eða eitthvað slíku. Og mér fannst þetta svo spennandi að þessi bambus sem er í þessu. Og þetta er sturla mjúkt sko. Og hún er með bæði vefsíðu sem heitir visiondesign.is og svo Álfagarn á Facebook. Einhverja nokkra síður þar. Og þetta það eru 400 metrar í 100 grömmunum, 4 þráða og bara ofsalega fallegt og mjúkt. Og svona blómstrar rosalega mikið. Já, og svo eru þessar tvær eru 100% merino en þessi er 75-25. Ég veit ekkert hvað þetta á að verða, þetta bara gargaði á mig. As they do. Já, það er orðið bara sáralítið eftir að töskum. Það er orðið minna af töskum heldur en ég á af töskum, heldur en ég persónulega á af töskum, en það er svo sem segir ekkert mikið að því ég á ógeðislega mikið af töskum. En samt ég fór með þetta með mér í Tjarnadísahitting fyrir viku og þær voru duglegar að tryggja sér töskur í þessum lokspretti hjá mér og ég fekk alveg haug af sokkagarni hjá þeim og búin að búa til fullt af snákum og skila af mér. Já, mér telst til að ég sé búin að gera sennilega úr hátt í 10 kílóum af garni, svona snáka fyrir mig og aðra. Það er ekkert smá. Og þannig að það er komin, vélin er orðin vel, ég er alveg búin að fatta vélina. Nema þetta, eins og ég segi, með prjóna festuna á þegar ég er að gera hæl og tá. Ég þarf aðeins að stúdera það betur, fá það pínu þéttar. Af því að þegar maður er bara að gera snákinn þá getur maður haft það frekar þétt og bara snúið og það kemur bara vel út. En þegar þú ert að byrja að gera styttar umferð og eitthvað svoleiðis þá ertu með auka lóð á og sem þú þarft alltaf að vera að færa til annars er svo hætt við að lykkirnir stökki upp af nálunum og það rakni upp og svona vesen. En og svo fekk ég rosa fína, þú veist, ég átti eftir að fá 54 sílindra gæjan frá þeim og vissi að það kæmi í annari sendingu, nema það sem ég vissi ekki var það að kona sem afgreiddi mig og ég er búin að vera í samskiptum við þarna hjá Ölbakkar Gerhard, hún bara fyllti kassan á alls konar gósi, meðal annars þessum appelsínugula hlungi þarna sem að ég nota þegar ég er að byrja að gera snákinn og svo þegar ég skipta á milli lita þá setji þennan svona auka lit á milli svo séu auðveldara að vinna og
ásaki, ég var hérna gamalkunnan augnumverk. Það hitinn. Og fattaði það, svo viðkvæm að því að ég fengi skemmt í sjóntaugina og ef ég ofhitnaði þá fæ ég verk í augun. Ég er nú að verða búin að þessu. Og hún sendi mér alls konar aukadót, fullt af auka nálum, gæja til þess að gera mér auðveldara fyrir ef það raknar upp að sækja lykkjurnar upp og þennan kóngaur þarna og svona forláta ból sko. Þannig að maður í Ölbakkar Gerhard liðinu og og ég man ekki hvað verksmiðjan gömul, en hún 4 ára gömul og mín vél númer 1611. Magna að eiga bara númeraða vél. Ég held að þeir hafi byrjað að framleiða þetta svona, alltaf sé ekki 70 ára fyrirtæki, en þau eru náttúrulega alls ekki bara að gera þetta. Þau eru svona, að því ég spurði hann út í það, þess að sem ég verið í tölvupóstssamskiptum við, hvort það eitthvað töf á framleiðslunni þegar COVID skall á. Og hún sagði nei, að það í rauninni ekki út af því, af því þau væri svona essential verksmiðja, af því þau eru að búa til varahluti fyrir matvælaiðnaðinn, svona járndót og svoleiðis. Þannig og eru svona, eru í litlu bæjarfélagi og verksmiðjan sjálf er í svona út í sveit eða svona í jaðri bæjarfélagsins. Og þau eru ekki það margir starfsmenn þarna og nóg pláss, þannig að það þurfti ekkert að skera neitt niður á þann hátt. Og þau urðu að hafa reksturinn opinn út af því að þau voru svona mikilvæg fyrir matvælaiðnaðinn. Þannig að þau eru að gera alls konar annað. Og eins og ég er búin að fá mikið af skilaboðum hvar ég hefði fengið þetta og hvað það kostar og allt það. Þetta náttúrulega rándýrt. Og ég var búin að safna mig lengi fyrir þessu og ég var búin að stúdera, bara googla mig alveg vitlausa og horfa á þau vídeó sem í boði og af þessari vél og öðrum og ég segi bara ef það langar að kynna þetta þá bara langbest að googla sock knitting machine og fara þaðan af því að svo þetta svo rosalega einstaklingsbundið eftir því hverju maður að leita og hvað maður tilbúin að láta kosta og hvað í rauninni maður ætlar með þetta, af því að fyrir að kaupa vél svona ein, þetta náttúrulega hörku fjárfesting og þess vegna fór ég út í það að láta það sem kom inn að töskusölunni fara í sjóð til þess að eiga fyrir vélinni og líka núna það sem ég að gera fyrir aðra, það gengur bara upp í tollin af þessu og allt það og bara klára að borga þetta. Þannig að en þetta ekki ódýr vél og annað að mér finnst. Ég segi bara, ég rosalega fegin að vera búin að fikta í prjónavél áður en ég fékk þetta. Af því að annars hefði ég sennilega bara hent vélina út gluggann og öllum peningunum. Nei, ég segi svona, það var bara, málið var bara, hún var búin að vera í 2 mánuði á okkur þvælingi úr vöruhúsi í skip, í flug, í vöruhús og alls konar heitastef og svona og hún var bara að kafna þorstagreið vélinn og ég var bara svolítið lengi að kveikja perunni. Og en svo hafðist þetta og núna hún ekki lengur þeyst og allt bara virka sem skildi. Og þannig að endilega ef þið hafa áhuga á að láta gera fyrir ykkur snáka að þá bara kíkið á Sokkasnákar Helgu á Facebook og hafið samband við mig þar og ég græði þetta fyrir ykkur. Það bara þannig að þeir þurfa að koma garninu til mín og svo þegar þeir eru tilbúnir þá sendi ég ykkur þetta bara í póst á minn kostnað. Það bara innifalið í þessu 2.000 krónu gjaldi fyrir hvern snák að ég sendi ykkur tilbaka. Þið komið garninu til mín og ég sendi ykkur. Og ég er nú oft í Reykjavík og reynir nú að fara á Tjarnadísahitting þegar ég get og þá alltaf hægt að koma á mig þar líka. Þannig að ég held ég sé eiginlega búin að gera fyrir alla landshluta núna snáka. Þannig að keep them coming. Rosa gaman. En ég er bara rosa ánægð að hafa náð að spjalla við ykkur í dag.
ég var svona, fannst ég ekkert hafa að því ég er búin að vera svo haus með vélina en ég greinilega hafði meira en ég átti von á. Þannig að vonandi sjáumst við bara eftir 2, 3, 4 vikur. Nú er kallinn komin í sumarfrí, hann er upp í Veiðivötnum að ná sér niður og er í mókfiskiríi þar. Þannig og síðan erum við að fara að ráðast á þakið á bílskúrnum hjá okkur. Það er að verða búið þakið á húsinu og þá losnum við stillansana af þakinu hér og endurheimtum bílskúrinn og getum farið að ráðast í þakið á honum og gólfið líka. Við þurfum að græja það, þannig að það er svolítil útivinna framundan sem er bara gaman, sérstaklega að veðri svona eins og núna, maður þvílíka litla steikin, sko. Þannig ég ætla að fara að drífa mig á æfingu, koma þessu inn, fara í snotru og strjúka garni, verð þar í nokkra tíma í dag en þanga til næst, þá segi ég bara, hvað segi ég venjulega? Ég bara maður ekki. Jú, ég óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáum síðar. Takk fyrir og bless.